Líklega hefur enginn unnið jafn ötullega kynningu og útbreiðslu íslenska hestsins og Gunnar Bjarnason, fyrrverandi hrossaræktarráðunautur. Ævisaga Gunnars er komin út og hann er einmitt áttræður í dag. Velkomin Gunnar og til hamingju með daginn. Takk fyrir. Hvernig líður þér svo á þessum tímamótum? Já, mér líður bara vel með aldur. Maður segja nemendum mínir segja ég eldist ekki neitt. Nei, það er ekki að sjá. Það hefur á tilfinningunni að enginn hafi gegnt þessu embætti annar en þú. Hvað varstu lengi hrossaráðunautur ríkisins? Ég var 50 ár í þessu svona. 50 ár? Já, ýmsum greinum en ég var ekki rektor innan nema í 25 ár eitthvað svona. Frá 40 til 62. Þá breyttist svona lífstíll minn. Ég fór á Hólum, var rekinn þaðan því ég var duglegur. Ég var oft rekinn fyrir mikinn dugnað. Já. Ég var talinn duglegur en vantaði greind. En það kom ekki gróna og það kom ekki nein í ljós á mínum háskólaprófum að mér vantaði greind. Óraði þig fyrir þegar þú byrjaðir að íslenski hesturinn myndi ná jafn miklum vinsældum og virðingu? Ekki aldeilis. Sko, íslenski hesturinn er þarfasti þjóðarinnar frá upphafi. Dýrkaðasti dýrið sem Íslendingar áttu og svo þjónaði svo mörgum hlutum að Íslendingar hefði ekki getað búið á Íslandi án hestsins. Svo skeður það í stríðslok að hlutverk hestsins er lokið. Og þá var ég svona búinn að ég var akademikar í þessu, kom svo heim því að forveri minn var dáinn en hann skildi eftir sig mjög merkilegt efni sem var fornmenning Íslendinga með hesturinn. Og hesturinn er menningarþáttur Íslendinga. Og svo lærði ég þetta þarna í stríðinu og með því að kynnast þessum skemmtilegu mönnum að vísu þegar Jónis Ritbjörn hefur verið silfurssem menn og fyllibittur. en þeir voru afskaplega skemmtilegir eins og hann sagði og listrænis, skáld og músíkantar og dansarar og fjörugir. Ert þú ennþá í hestamennskunni? Nei, ég er nú hættur núna en ég er rifjað í huganum. Já. Og er mikið í sambandi við útlönd ennþá. Ég er marga vinir þar. Og svo finn ég það í kringu 1950 að þessi þáttur sem að hvert átti hesturinn að hverfa. Það átti ekki hendunum eins og skrokkum og sauðfé út í gryfjur. Nei, það var hægt að auðvelda að matreiða þá. Þeir áttu að hverfa í gegnum enda fram Íslendinga. Já, ljótt að heyra. Já, það var ljótt að heyra. Svo tók ég það til að mynda Landssamband hestamannafélaga, sýning á Þingvöllum, það var fæðingarstund íslenska gæðingsins. Og komst að því að ég þekkti marga útlendinga, kollega mína, akademikara í hestum, að byrja að kynna hestinn utanlands sem sérstakan germanskan hest. Og þannig gat ég flutt þessa forn íslensku hestamenningu og hún er núna komin heiminn í 20 löndum og það eru fleiri manneskjur sem tengjast íslenska hestunum út í heiminn hér á landi. Þú segir líka í bókinni að fáir gera sér grein fyrir því hversu stór íslenski hesturinn er? Það eru fáir sem gerir sér grein fyrir því. Það meina Íslendingar? Íslendingar, já. Það byggist á þess að Þjóðverjar, ég kynna hann sem frumgermanska hestinn. Og þeir samfærast Þjóðverjar. Ég var aríi þeirra augum, svona myndalegu norrænn matur. Og ekki vantaði samfæringarkraftin? Nei, og samfæringarkraftin. Og ég gat verkað þá og Íslendingarnir líka. En ég flytt þessa fornu menningu ekki sem hestamaður og reiðmaður. Ég þurfti að fá strákana sem ég kenndi án þess að kunna nokkuð reiðmennsku, bara í bókum. Fór ég að halda reiðskóla á Hvanneyri, bara eftir því sem ég las sálfræði hest og annað slíkt. En ég get ekki hleypt hest á skeið. Get ekki enn. Ég var klaufi. En ég dýrkaði hestinn. Hestamennirnir komu hvort ef við vorum kenndir eða edrú, þá komu þeir inn í mig, þessari hestasál Íslendinga. Kenndu mér það. Ég var af allt öðruvísi, ég var bæjarstrákur, húsíkingur og svona. Og við getum auðvitað lesið allt sálina, hestinum og manninum í bókinni. Já, hún flytur forn íslensku menninguna frá því allt síðustu öld yfir til kynslóðarinnar sem núna er að taka við, 21. kynslóðarinnar. Þannig að hún á að byggja sína framtíð á þessari bók. Fræðinu sem ég flyt hingað, annars hverfa þeir og Þjóðverjar taka við. Því ég er miklu betri kennari Þjóðverja. Þeir glápa því sem ég segi. En hér eru komnir strákar ungir sem kenna og hafa ekki lært reiðmennsku. Sitja á hesti og þegar þeir að dæma hesta, þá bara láta þeir ef hesturinn ekki nógu góður úr þeirra stofni, þá fá þeir bara betri reiðmann. En það er ekki sama pungurinn á hestinum og pungurinn á reiðmanninum. Við skulum láta þetta vera síðustu orðinguna til hamingju með daginn og til hamingju með bókina. Takk fyrir. Takk fyrir.